Sælverði. Þá komið að öðrum hluta fyrirlesturins en hann fjallar ytri áhrif og plöntuval. Hér á eftir ætla ég að fjalla landslagi, veðurfar og gróðurfar og hvernig það hefur áhrif á plöntuval. Landslagið hefur nefnilega áhrif á úrkomu. Það sem sagt aukin úrkoma í fjalllendi og samspil úrkomu og jarðvegsdýptar, jarðvegsgerðar og undirlag skiptir máli fyrir skógarskilyrði. Þar sem jarðvegur þykkur þurrkur sjaldan vandamál, en þar sem hann þunnur árangur háður úrkomu. Við hér á norðurlægri breiddargráðu þannig að sólarhæð lág og sól nýtist betur í brekkum en á jafnsléttu. Í halla einnig mikinn hætta á næturfrosti á vaxtartímum. Kalt loft þyngra en heitt og sígur niður. Að sama skapi þá líka meiri hætta á frostböllum á jafnsléttu og í dældum. Hérna sjáum við svolítið skemmtilega mynd. Hérna tvær tegundir, stafafuru á sitkagreni, gömul tré og sitkagreni framalega á myndinni og stafafurinn aðeins fjær. Hérna sjáum við dæmi mismikið frostþol hjá mismunandi tegundum. Og sitkagrennið hefur ansi skítt og rétt svo að ná að toga sig upp úr frostdeldinni og stafafurnar talsvert hærri. En það líka mjög líklegt að jarðvegurinn sé mjög kaldur í þessum frostbolli og það hefur áhrif á rætur trjánna. Þið sjáu líka að það ekkert rosalega mörg tréð þarna og það náttúrulega út af frostbollinum, það hafa bara ekkert alla plönturnar náð að lifa. Þá það landslagið. Landslag hefur einnig mikil áhrif á vindálag og ef við skoðum efri myndina aðeins, þá vindálagið mest efst og svo þegar maður kominn í miðja brekkuna þá byrjar vindálagið að lækka. Svo við komum í dalbotnin þá fer það aftur upp og svo þegar við förum aftur í brekkuna lækkar vindálagið og svo efst upp á brúninni það bara mjög mikið aftur. Þannig að það þarf svolítið að hafa þetta í huga þegar maður að spá í skógrækt því að vindálag hefur gríðarlega mikil áhrif á afföll ungplantna og hægir á vexti. Svo það gróður og vindáttir. Maður getur oft bara horft á gróðurinn og þá hann getur sagt manni hverjar eru verstu vindáttirnar og það gott að skoða og hafa þetta í huga þegar maður að gróðsetja því að maður alltaf að setja allir hlemin við þúfuna eða steinin og líka bara betra að velja plöntur með góða rótarfestu og á vindasömum svæðum. Þá það að lesa í landslagi. Gróðurfar hefur greiðlega sjónræna mynd af frjósemi og raka og jarðvegarins og ef við skoðum gróðurfari þá hægt að flokka landur í svæði og reiti niður eftir frjósemi jarðvegarins. Kíkjum aðeins á næstu mynd. Við breytt ásýnd við beitafrön. Það samt verðt að hafa það í huga að gróðurþekjan segir okkur ekki endilega alveg rétta mynd af frjósemi jarðvegarins vegna þess að beit hefur haft gríðarleg áhrif á hvaða tegundir lifa og þess vegna þurfum við líka að taka þetta inn í reikningin. Ljónslappinn hann líka gríðarlegum vexti og það gefur okkur kannski til kynna að það meiri frjósemi heldur en endilega þar sem krækjubæralingið Og við byrjum á mosaþembunni. Þá það lítill jarðvegur og þurrt og óhagstæð skilyrði og þetta bara eitt af óhagstæðustu gróðurhverfunum fyrir skógræktarskilyrði. Svo erum við með rýrt mólendi, það oft krækiling og beitiling, sortuling og rjúpnulauf sem ríkjandi og hér vaxtarskilyrði ekkert rosalega mikil og jarðvegur litt lítill.
Ríkt mólendi, hér jarðvegurinn þykkari og meiri raki og hér getum við oft fundið í blábæralyng að það gefur einmitt til kynna sér aðeins rakari jarðvegur. Og þá það í graslendi, jarðvegur oft þykkur og frekar þurr og grösríkjandi og hér jarðvegurinn bara frjósamur og bara mjög góð vaxtar ræktunarskilyrði. Þá það melar, moldir og lúpínubrauðir og það getur verið svolítið erfitt að átta sig á jarðvegsdýptinni í lúpínubrauðinu og það getur bara verið mjög mismunandi hvort sem hún hefur sáð sér út eða dreift sér yfir svæðið sjálf og svo það moldir og melar. Þeir eru oft svolítið erfiðir vegna frostlyftingar og já, og kannski bara svona frekar slæm vaxtarskilyrði þar. Svo það að lesa í landi. Það getur verið mjög hagkvæmt að kíkja þess á loftmyndir og átta sig á landslag og gróðurþekju og það getur alveg flýtt mikið fyrir skipulagningu skógræktarinnar að skoða myndir að maður fer og kortleggur. Og ef þið skoðið þessa loftmynd þá búið að merkja inn á hana nokkra reiti sem eru skilgreindir eftir gróðurfari. Og sjáum við lúpínubreiða, örfogaland, ríkt mólendi og ríkt mólendi, mosaþembu og graslendi. En það þarf samt að hafa það í huga að þetta getur verið mjög mismunandi eftir gæði í loftmyndina hversu mikið hægt að gera þetta. Þá að skipta landinu niður í reiti eftir frjósemi og reitir eru afmarkaðir eftir gróðurlendi. Það getur oft verið pínu erfitt að gera nákvæmar línur en ef við kíkjum aðeins á þetta þá þetta svona. Hérna sjáum við ríkt mólendi, svona ef við kíkjum á næsta. Þá ríkt mólendi og svo graslendi og svo smá mosahæð. En hvaða tegundir á að velja? Þegar það kemur að því að velja plöntur og í svæði þá ekki nóg að hugsa aðeins gróðurhverfi eða frjósemi jarðvegs. Það þarf líka að hugsa út í loftslagsaðstæður á svæðinu. Og ef við tökum sem dæmi þá rússalerki, það bara virkar fínt á Norður- og Austurlandi. En hefur það bara alls ekki svo gott á Suður- og Vesturlandi vegna hafræna áhrifa. Og á það hættu bara að fá lerkibarfellssveppinn. Og ef þið kíkja þess á myndina þá þá dautt lerki á myndinni og það kannski akkúrat það sem hefur ekki verið tekið tillit á þessari mynd, annarkvort slæmt kvæmaval eða bara kannski ekki rétt tegund á réttum stað. Ætla ég aðeins að sýna ykkur bara stutt ræktunarsvæði á Íslandi. Það sem sagt kort sem sýnir gróflega 4 mismunandi ræktunarskilyrði. En uppsafnaður sumarheiti ræður mestu vöxt ungplantana og vöxt skógarins til frambúðar. Hitasumur safnast upp á mismunandi hátt eða fjarlæg frá sjó. Við sjáum síðan tiltölulega jafn meðalhiti en lágur hiti yfir sólarhringinn og lengri sumur. Inn til landsins eru hins vegar hlýrri dagar og kaldari nætur og styttri sumur. Og hafa líka oft kaldari vetur. En þá það tegundavali á Suður- og Vesturlandi. Ef við kíkjum í mela og rýramóa þá bara hendast það frá bergfura og kannski indidalarlerki en þá helst kannski lerki blendingurinn milli Evrópulerkis og rússalerkis hrímur. Í lítil jarðvegsræki og rýrt mólendi bara fínt að setja furum og meiri jarðvegsræki rýrt mólendi hendar bara íslenska birki fínt. Og svo í hlíðarnar, það sem meiri jarðvegsræki, þar greni og í graslendi, blómlendi, valllendi og deiglendi öss, birki og greni. Þá tegundavamyndin á Norður- og Austurlandi og það raunverulega nákvæmlega eins nema þetta fyrsta, melar og rýrir móar.
Þar myndum við frekar setja rússalerki en kannski til sjávarfuru. Þegar maður að horfa á tegundaval og hvað á gróðseta, þá bara líka fínt að horfa svolítið í kringu sig. Hvað að þrífast vel á svæðinu og í nágrenninu? Eru kannski einhverjar trjáplöntur bara á svæðinu líka? Og hvernig gengur þeim? Og svo þarf maður líka kannski pínu að passa upp á að vera með svolítið fjölbreytni. Forðast einsleitni á stórum svæðum og það dregur líka úr áhættu á stórum áföllum. Svo þarf maður kannski líka að huga að nýta tegundir til eldvarna og þá til dæmis börkulerki trjá brennur illa og það eru dæmi það í Svíþjóð þegar við lerki verið plantað við lestateina til að hindra að neistar frá lestateinunum valdi í gróður eldum. Einnig hefur hengibjörk verið notuð plantað milli húsa til þess að koma í raunveru í veg fyrir stórfellda bruna ef upp kemur bruni. Tegundir og kvæmi standa misjafnlega vel af sér við óhagstæð veður og pestur og böddur og við þurfum aðeins að spá í þessu þegar við erum að planta hvaða tegundir við plöntum saman. Það til dæmis ekki mjög skynsamlegt að planta ösp og lerki saman en það getur aukið hættuna á asparriði. Það þarf ekki að vera flókið að auka fjölbreytnina, það þarf ekki eitthvað rosalega marga tegundir eins og við sjáum á myndinni. Hér bara 3 tegundir, fura, grein og birki og bara virkar fínt. Þarf að taka til til beitar, já, það þarf eiginlega að gera það. En ég ætla svo sem ekki að tala neitt girðingar, en sé hætta á beit þá eru barrtrén minna eftirsótt heldur en lauftrén.